Jæja, þá erum við komin aftur á rúntinn í þessu fallega veðri. Ég að þessu sinni að bruna að sækja hana Gretu Salóme, fiðlumeistara, Eurovision fara, Disney-stjörnu, liftingameistara, já, jafnvel, ég myndi alveg kalla hana það líka. Já, bara meistara yfir höfuð. Hún er búin að gera frábæra hluti erlendis sem hérlendis líka á fiðlunni og söng og já, bara held ég í lífinu almennt. Byggjandi sumarbústaði og liftandi bílum og ég veit ekki hvað og hvað maður. Herðu, við ætlum bara að fara á rúndinn og gera eitthvað skemmtilegt saman. Let's go! Já, bara bongo á þetta dag. Já, algjörlega. Þú náttúrulega ert svona, að því að dæma á Instagraminu þínu, þá lítur út fyrir að þú sért eiginlega svona svolítið létt ofvirk, af því að þú ert alltaf að gera eitthvað. Þú veist, upp á þaki, þú veist einhvers staðar að taka 200 í deadlift eða þú veist bara... Já, ok, 150 kannski. Já, jú, segjum það, jú. Segjum það, 150 deadlift, já. Og svo ertu, þú veist, að spila út allt og fljúga til Akureyrar og ert búin að vera þar með Symphony Nord og þú veist, basically bara út allt, alls staðar. Já. Hvað ertu aðalega búin að vera að vinna í og hvernig verkefni og annað? Sko, ég er á samningi hjá umboðsskrifstofu sem er með höfuðstöðvar í bæði London og Fort Lauderdale, Florida. Okay. Og þau eru svona agency fyrir svona variety entertainera, þannig að ég er að reyna að koma með fullunnið sjó, hvað sem það er í leikhús eða tónleikastaði, skemmtiferðaskip, sama hvað það er, og þau í rauninni er að setja upp hvert einasta sjó fyrir mig. Okay. Þannig að í rauninni vinn ég bara í gegnum þau og þetta í rauninni varð til í gegnum það að ég fekk samning hjá Disney 2014. Já, einmitt, já, nákvæmlega, ég heyrði af því. Já, og búin að vera á samningi hjá þeim alveg síðan. Ég átti að vera að spila hjá Disney núna eftir, 2 vikur. Okay. Þá átti ég að vera með stórt Disney-sjó. Hvað er það? Þú veist, bara við förum fyrst í það, skilju, Disney-dæmið? Já. Þú veist, hvað er að gerast þar? Ertu að spila, þú veist, Disney-lög eða, þú veist, hvað er í gangi? Nei, þess að byrjaði þannig að 2014 þá var ég einmitt hérna í Hörpu að koma heim eftir symfóníutónleika og var búin að giggast yfir mig og búin að spila og ég varði eitthvað svona pínu, ég var bara svolítið þreytt á bæði einhvern veginn svona, ekki bransanum hérna heldur bara þessu endalausa, já, kannski ekki, ég myndi ekki endilega kalla það hark, ég hef bara verið heppin að geta verið bæði í klassikinu og poppinu en bara rosalega mikið af öllu. Þannig ég fekk eitthvað svona pínu bara, mér langar eitthvað, gera eitthvað meira og eitthvað aðeins öðruvísi. Þannig ég kom heim og ég man svo vel eftir þessu, ég átti heim í Grafarholtinu á þessum tíma og ég settist upp í sófa og ég sendi bara 10 e-mail, örugglega fleiri og örugglega verið svona 100, bara á alls konar umboðsskrifstofur úti og svo bara lokaði tölvunni og bara gleymdi þessu. Og svo einhvern veginn bara, já, svo leið tíminn og þarna var ég búin að fara einu sinni í Eurovision og var bara hérna heima bara á fullu að spila. Og svo man ég að ég er að koma, sem sagt, koma heim einhvern tímann og eftir eitthvað gigg og ég opna síma minn og það stendur á e-mailinu mínu bara Hi Greta, this is hérna, ég man ekki eins og hvað hann hét, þetta er einhver kall frá umboðsskrifstofu í Kanada. Bara Disney hefur áhuga að vinna með þér, geturðu talað? Og ég bara, já, ég hugsa að ég geti fundið tíma fyrir það? Já. Maður finnur alltaf tíma fyrir mikka mús, sko. Jú, heldur betur. En þannig að, já, og svo bara einhvern veginn þróaðist þetta og þeir buðu mér semst að koma til Florida í það sem átti að vera 7 vikur á Disney Dream skipið þeirra sem er sko 7000 manna skip sem að fer í svona 2... Smá skúta? Smá skúta. Með alveg geggjuðu leikhúsi sem að bara með fullu krúi og bara Broadway-sýningum og þetta er ótrúlega gaman einhvern veginn að stíga inn í þetta umhverfi. Og ég átti semst að vera með sjó þar í aðeins minni sal og í rauninu voru þeir voru svolítið bara svona gisk út í bláinn. Þeir sögðu bara við sáum bara efnið þitt og við höfum áhuga að vinna með þér en við höfum bara komið þér á staðinn og svo bara finnum út úr þessu. Já, ég skil, ok. Og við í rauninu bara, já, einhvern veginn svona, ég myndi ekki segja hentum saman, við settum saman eitt sjó sem var svona, ég myndi segja 30% Disney-lög, 30% efni eftir mig og svo bara restinn alls konar. Það sem ég var bæði að spila og syngja og
Og já, og þetta bara gekk rosalega vel og eftir þessar 7 vikur þá sem sagt buðu þeir mér svo kallan headliner samning þar sem að þeir í rauninni keyptu sjóið, fjárfestu í því og ég fekk að vinna það miklu lengra með sem sagt leikstjóra frá Broadway og grafíker og búningahönnum og dansurum og svona. Þannig að við bjöggum til þetta sjó sem heitir bara Greta Salóme sem að á sem sagt heima á Disney Magic sem upprunalega Disney skipið þeirra og þar sem byggum við til sjó þar sem ég að dansa og fljúga. Ég flýgi svona beisli, svona risa kjól. Það? Og með fiðluna eða? Með fiðluna og syngja og ég með 4 dansara með mér í því sjói og 1 annar söngura þannig að það ótrúlega skemmtilegt að hafa einhvern veginn fengið að upplifa þetta því að vinna fyrir Disney bara ég get eiginlega ekki lýst því. Nei, algjörlega, þetta hljómar eins og bara eitthvað ótrúlega súrrealísk upplifun. Já, þetta var það. Ég man líka sérstaklega eftir einum fundi þar sem að ég satt með manni sem svona eiginlega yfir öllu entertainment hjá bæði Disney görðunum út í Florida og Los Angeles og svo skipunum og við vorum að tala svona alls konar hugmyndir með bara hvernig var hægt að stækka sjóið með einhverjum svona special effects og eitthvað svoleiðis. Og alltaf þegar einhver kom með einhverja hugmynd og einhver sagði já, nei, ég held það sé ekki hægt. Þá spurði hann alltaf, akkur ekki hægt? Hann sagði aldrei, já, ok, það ekki hægt. Hann spurði alltaf, akkur ekki hægt og hvað get ég gert til þess að láta það verða hægt? Bara svona gæi sem bara til í allt? Já. Eða þú veist að reyna að láta allt verða veruleika? Já, þeir bara einhvern veginn svona, já, þetta bara, svo þetta líka, þetta risastórt, þetta stærsta entertainment fyrirtæki í heiminum og peningar einhvern veginn ekkert endilega fyrirstaða. Já, hljómar þannig. Og þegar maður kemur úr bransanum heima, þess að maður alltaf svona að reyna að, þú veist, passa hlutinir. Hringi mamma örugglega? Já, allt í góðu. Sorry mamma. Nei, já, ég man þegar þessi hugmynd kom upp með að láta mig fljúga hana. Þá, þegar ég kem svo að byrja að æfa sjóið, þeir kalla það installment, þú mætir og kannski í 2-3 vikur bara að æfa sjóið á sviðinu og með öllum svona tæknimönnum og öllu svoleiðis. Þá kemur maður og ég mátti ekki æfa flugið í beislinu áður en þessi maður var búinn að koma og láta mig skrifa undir eitthvað. Það var hann frá fyrirtækinu sem framleiðir þessi belti og þau flugu honum frá Suður-Afríku yfir til Grand Cayman í Karabíska hafinu og hann rétti mér plaggið og sagði don't die. Og ég sagði bara ok, skrifaði undir og svo fór hann. Já, bara basic mánudagur. Bara basic, þannig að þeir þú veist, þannig að svona einhvern veginn vinna þeir. Ef þeir vilja fá einhvern til þess að fljúga í sjónu þá bara gera þeir svona. Þeir eru alveg, þeir eru magnaðir sko. Já, þannig að þú ert bara, þetta er svona eins og eitthvað svona royal treatment bara þetta í gangi. Þeir allavega hafa fjárfest vel í þessu sjóu og það hefur gengið vel og ég er Disney endalaust þakklátt fyrir að hafa trú á bæði mér og sjóinu og líka einhvern veginn leyft mér fundist þeir hjálpa mér svo mikið að vaxa sem performer á sviði í alls konar kringumstæði með alls konar kráti og læra að höndla mismunandi aðstæður, þú veist, eins og bara það að fljúga og svo bara þú veist, bilar eitthvað í flugbúnaðinum og maður þarf bara einhvern veginn að hanga og þú veist, með 1000 manns í salnum Já, var það alveg að gera? Já, þú veist, það kom alveg einu sinni fyrir, þú veist, þannig maður þarf einhvern veginn svona og sprangi í loftinu Já, og bara gera gott hluti og taka sér ekki of alvarlega Ég meina hvað annað getur maður gert í þessu stöðum að vera að dangla í einhverju belti í loftinu, skilur Nei, þú ert ekki að fara neitt, skilur Þú ert til sýnis Ertu ekki bara með eitthvað svona stand-up tilbúið, ertu ekki með eitthvað svona brandara bara þegar þú hengur þarna Já, sko, maður náttúrulega kemur sér upp bara svona ákveðnu svona systemi við að kópa við svona ómögulegar aðstæður. Þetta er búið að vera algjört ævintýri, sko. Náttúrulega hundleiðildi get ekki farið og unnið með þeim í ár, en Já, það er náttúrulega bara alveg átt núna þetta árið, út af ástandinu, Já, það er öllu kansilega bara. Já, veistu það, ég er nefnilega, sko, ég þyrfti eiginlega þína hjálp að halda með það, að ég er að fara nefnilega núna aftur til Oslo núna í ágúst. Og ég er að fara að taka þátt í svona luftfiðlukeppni. Ánanskrín, sko, ég er ekkert að ljúga þér, sko. Og ég þarf lag. Já. Þú veist, hvaða lag á ég að taka og þú er eiginlega svona að sýna mér hvernig á að gera þetta. Þú veist, hvernig á ég að halda, svona, þú veist, hvernig er þetta rétt, hvernig er tilþrifin Ég skal sýna þetta. Hvaða lag þú veist, hvaða lag myndi ég taka? Ég myndi taka, af því þú er svona Vivaldi maður. Já. Það myndi ég taka Sumarið úr Ástjónum eftir Vivaldi. Og svo, ok. Ég get alveg gert þetta. Já. En ég sko, veit maður ekki meiri tilþrif. Þú svona, þú veist, sveifla hausnum og... Já. Ok.
Já. Ég get þetta? Já. Er það ekki? Jú. Jú. Já, þú ert til að vera svona til hliðar með... Já, út af því að maður leggur nefnir öxlina, sko, til að vera raunverulegur. Já. Ok. Og þetta er lagið sem ég er að fara að hendi í? Já. Ok. Og hvað, ertu ekki með eitthvað svona tilþrif? Er ekki eitthvað sem ég get staðið úti með? Svona einhverju, þú veist, sveiflu eða eitthvað? Jú, bara, þú veist, sveifla boganum og... Hvernig myndi ég gera það? Myndi ég taka hérna og bara, já, hérna út? Já, hérna, ok. Þetta er trixið? Þetta er trixið. Svo náttúrulega, ef þú ert með hárkollu með svolítið síðu hári, þá hjálpa það líka upp á, þú veist, tilþrif. Ég fer hérna. Maður er alltaf á mótum hér og þar, sko. Já. Það er duglegur að fara í luftmótin, sko. Já. Já. Það er eiginlega bara ekkert annað hægt heldur en að vera duglegur við það, því að það er líka eina sem má núna, sko. Þessi luftmót, sko. Luftmótin, já, þau eru fyrir utan náttúrulega samkomubannið, að það er Já, þau falla ekki utan um það. Nei. Að það er eitthvað svona undanþága. 2000 manna takmörkun, ekki mikið vandamál á... Sko, jú, það er því vandamál, en þeir bara lúta ekkert sömu reglum. Nei, ég skil. Luftsamfélagið er bara ekkert inn í sama pakka á því. Já. Það er raun og verið það, sko. Eðlilega? Nei, eðlilega snýst voru lítið um, sko, um fjöldan. Ég get lofað að því að það verður stakkfullt þarna. Alveg gott. Ég get lofað að fólk verður upp í rjáfri og fólk hangandi út um gluggann og, þú veist, síðasta mót sem var í Helsinki í fyrra, það held að verið eitthvað, þú veist, 10.000 manns hann inn á okkur 7.000 manna stað. Bara flæddi fólk út um gluggann. Þetta er heimur sem að mér er algjörlega hulinn. Já, ég er greinilega að fara að sýna þér hvað er í gangi þarna. Já, maður lætur alltaf plata sig, þú veist sko, maður réttir Sko, ég er ekkert að plata þig neitt leiðilegt. Maður réttir litla puttan og, þú veist, handleggurinn er tekinn, sko. Sko, ég er ekki að plata þig neitt sem er leiðilegt, sko, ég lofaði því, sko. Þetta verður bara svona léttur, svona útusnúningur, skilur. Já, hvað er þetta? Aðeins að hérna. Ég get lofaði því að þetta verður bara skemmtilegt. Ok. Hjartans eru allir þínir draumar skapaðir. Njóttu þess að lifa drauminn og draumana þína. Elsku Greta Salóme. Það mun allt ganga upp. Af því að kærleikurinn er til. Og nú máttu opna augun. Hvernig má ég koma aftur? Þú lifandi? Já, þetta er geðveikt. Var ekki gaman að fá víbrana svona í bakið? Mér fannst líka sko, það sem mér sko svona mest kósí er bara, mér finnst þess að segja svona 5 ára átti að bara vera að rugga mig.
Gekkja, takk. Þetta er mjög kósí að vera í þessum hengirum. Já. Hvernig Hvernig svindlaði þú? Opnir augun og fórst út? Ég svindlaði til að fara að taka myndir og myndbönd, sko. Já, ok. Það er að dokumenta líka, sko. Nei, en já, þetta er náttúrulega aðalega fyrir þig að þú ert svo mikið að gera hefur alltaf að þú þarf aðeins að fá smá slökun. Þetta var geðveikt. Veit ekki klukkan hvað þú ert fædd, en ég googlaði það á netinu og sá það að þú ert 11. nóvember 1986, Já. fædd í Mosfellsbæ. Já. En ég veit ekki klukkan hvað, en ég gæti séð nokkrar afstöður í kortinu og mér fannst þetta mjög athyglisvert, Ok. pínu fyndið, að þegar ég byrjaði að spila á skálina fyrir þig, þá bara flýgur flugvél yfir. Þú ert nefnilega með Úranus svo rosalega sterkan í kortinu. Ok. Úranus, hann getur búið til hávaða, hann vill gera breytingar í lífinu, Ok. svo að það sem að þýðir fyrir þig er að það er alltaf eitthvað óvænt sem að kemur upp á. Þannig að þegar þú gerir eitthvað stór og mikil plön, gerir þá líka ráð fyrir að verði breytingar í plönum. Það er bara alltaf þannig í kringu þig. Það er eitthvað svona, þetta er eins og bara tifandi eitthvað svona breytingabomba. Já. Hún er alveg góð líka, skilur. Já. En það bara, þá er ekkert í rosalega föstu skorðu. Þú ert sportryggi, það er svona fixt merki sem að vill hafa allt rosalega pottið og stöðu. Já. En svo kemur úr og segir, hei, bíðið eftir mér, partíð er ekki byrjað. Og svona, þú veist, getur verið byltingarsinni. Þannig að þú kemur inn með nýtt efni. Þú blandar ykkur saman sem að verður að ykkur uník dæmi. Og það er einstakt. Já. Það er eitthvað svona sem að verður mjög frumkvætt. Þú ert með tungl í fiskum sem er rosalega dreymið og rómantískt. Þess vegna er náttúra fyrir þig mjög mikilvæg til þess að sóna út og fá orkuna þín aftur. Akkurat. Þegar þú ert búin að gera mikið af því að sportryggi halva, ég verð að klára þetta verkefni, ég hætti ekki fyrir undir búið. Og það er fínt að hafa þetta drive, en fiskurinn, hann vil líka bara, heyrðu, ég þarf pásu, mér langar ekki að tala við neitt í dag, þá ætti að leyfa þér að vera með þér þegar þú finnur að það er þannig dagur, ég ætla að vera með sjálfur mér og ég ætla bara að hlaða mig. Og það geti verið með bara að gera sem minnst, skilurðu, svona félagslegt, þú ert bara að dunda með sjálfur þér. Ekki gleyma því, Ok. það er mikilvægt. Bam. Herri, þá er þetta surprise bara búið og þú svona vonandi hafi notið þess að... Þetta var geggjað, sko. Ekki? Jú, algjörlega. Hvernig var svona, fannst það alveg fyrir svona þegar skálinn var í kringu þig, skilur við? Já, það er ótrúlega, merkilega þegar maður alltaf hugsar allt, þú veist, sem tónlistarmaður, hugsa allt í tónlist. Þegar maður hugsa þetta var eins og það væri panað einhvern veginn úr einu eyra yfir í annað, þegar maður svona færa skálina, maður finnur svona víbringin eða svona, já, mismunandi. Já, ég meina Þetta er svona alveg- hringsólast, já. Þetta er mjög athyglisvert, sko. Já. Af því ég hef aldrei verið mikið í einhverju svona dæmi, sko, og ég held að maður hafi alveg gott af því að aðeins að slaka á og bara, þú veist, hvað maður segja, hlusta öndun og eitthvað svona. Já, algjörlega. Þannig að þú ert ekkert, þú veist, þú ert ekkert kannski verið eitthvað að skoða svona, nei, hvað? Já, ég kveiki hann aftur. Já, þú ert ekkert verið að skoða eða verið eitthvað í svona spiritual dæmi eða eitthvað svona hugleiðslu eða... Nei, ég hef bara eiginlega ekkert verið í. Nei. En kannski er það líka vegna þess að ég er svo svakalega óþolinmóð týpa. Ég á erfitt með að staldra við, sko. Ég er mjög trúuð, sko. Ok, já, er það? Já. Ok. Og trúin hefur hjálpað mér rosalega mikið í gegnum tíðina. Já, ok. Og mér finnst einhvern veginn, Það er einn að fá Íslendingunum sem er kristintrú. já, ég held að sé samt fleiri heldur en maður heldur, sko. Kannski. En það ætla að hjálpa mér mjög mikið að trúa á eitthvað stærra og meira heldur en mig og heldur en fólkið, sko. Já, ég er fullkomlega sammálaði en ég er Já. bara ekki kristintrúaður. Nei. Ég trúi á, ég trúi á sálina, trúi á svolítið svona alheimsorkuna Já. og trúi á eitthvað aðra. Veit bara ekki alveg hvað það er, þú veist, en ég trúi alveg á, skilur einhvern veginn að það sé, skilur lífið er eitthvað svona orka sem heldur áfram, skilur frá Akkurat. þessari jörðu og annað og Einmitt. ég veit ekki nákvæmlega hvað það er. Einmitt. En svo kemur kristna trúin sem að ég hef bara aldrei einhvern veginn tengt við. Nei. En það er bara mjög forvitnið, skilju, hvað er það við kristnu trúna, þú veist, sem þá ertu úr fjölskyldu sem að trúið eða Sko, hvaðan kemur þetta? Amma mín og afi voru í KFUM og voru svona einn af stofnendum KFUM, þannig ég er bara alin upp við svona, já, Hvað er það eftir, sem
sem er hérna á Holtaveginum. Þetta er Já, já, sem að vatnaskóðu var með það ekki? Jú, og Ölver og Vindafslíð og það. Já, ok. En sko það sem að mér hefur alltaf verið kennt af foreldrum mínum, sérstaklega, og það er það sem að ég allan tek með mér úr kristintrúinni númer 1, 2 og 3, það er bara kærleikurinn. Af því að það segir í kristinni trú er svolítið bara svona kærleikurinn er númer 1, 2 og 3 í öllu. Og auðvitað, það náttúrulega bara er hægt að segja saman með svo mörg trúarbrögð önnur. Það náttúrulega er í öllum, grunnurinn af því er náttúrulega kærleikurinn ástin, sko. Þannig að sama hvað trúarbragð er eiginlega, það náttúrulega er upphafið, sko. Ég trúi fyrst og fremst á kærleikann, sko. Þannig að hvar dregur línuna, ég meina, heldur þú að Guð sé til? Heldur þú að Jesú hafi verið til? Heldur þú, skilur, að það sé eitthvað Guð einhvers staðar þarna uppi, skilur? Einhvers konar afl eða er hann manneskja eða? Mér finnst bara einhvern veginn alltaf mikið af tilviljunum, bara það við séum hérna, þú veist, í ísbíltúr á þessari jörð, þú veist, sem að hangir akkurat það sem hún hangir. Þannig að lífsviðurværin eru nákvæmlega þau sem þau eru og við erum hérna. Mér finnst þetta bara of mikið af tilviljunum til þess að þetta sé bara eitthvað svona, þetta er bara svona. Það hlýtur einhver að hafa ákveðið þetta. Já, ég meina, en þú veist, já. Og ég er ekki að segja að það sé einhver guð með, þú veist, sítt skegg og einhverjum slopp, þú veist, ég veit það ekki. Nei, ég bara, þú veist, er bara algjörlega, þú mátt alveg, og þarft ekki að ritskoða hvað þér finnst náttúrulega sjálfsögum. Nei. Það er bara, auðvitað, áttu bara að geta trúa því eins og vilt hvernig, þú veist, þetta er allt, skilur. Bara eins og áðan, þú veist, sem við vorum að tala með stjörnumerkin og allt þetta, þú veist, en það er bara held ég svona í eðlinu okkar, þú veist, við erum leitandi, við erum tilfinningaverur og við erum með, hérna, að einhverjum ástæðum erum með þroskaðan framheila. Þannig, þú veist, við bara, já, við viljum alltaf vita af hverju. Já, það er alveg, við erum náttúrulega eina lífverðin á jörðinu sem vitum að við munum deyja og þú veist, það er náttúrulega svo ótrúlega absúrt að vita það að það er einhver endir, hvernig sem hann er, hvort það sé algjör endir eða hvort það sé eitthvað skref og það er einhver hurðin í eitthvað annað. En það er svo ótrúlega creepy að vita bara þetta, við einhvern veginn með vitund, við erum sjálfs einhvern veginn, stundum þetta consciousness, skiljið. Og að það vita einhvern veginn af okkur og sjá okkur í speglinum og allt þetta. Þetta er svo furðulegt dæmi, sko. Þetta er mjög furðulegt. Og þetta hræðir mig alveg oft þegar ég er bara eitthvað að sitja einhvers staðar og fer í svona spíral að hugsa allt þetta. Þá vil ég bara byrja svona smá frík út. Ég er bara eitthvað, holy fuck, ég get ekki svarað þessu, Við getum ekki, þú veist, maður hefur ekkert svar. Nei. Það er, einmitt, kunstinn að lifa í þessari óvissu. Já. Láta gott þessi leiða. Hérna, samkvæmt þér, þá er Alexander Rybak líka fyrir kærastinn okkar, beggja. Sko, það er raun og veru ekki þannig, sko. Þannig að Alexander Rybak, hann var með The Hots, skilur, fyrir ykkur báðum. Að hann segir sagan, sko. Já. Sko, að hann hafi samið þetta lag hana. Já. Svo spilaði hann með þér hérna í höllinni á Íslandi. Já. Fyrir nokkrum árum. Já. Og þar við sagði hann einhvers þar eftir á okkur bar að hann væri nú bara, ég hættur að eltast í Jóhannegurum og ætlaði að fara að eltast við þig, sko. Já. Þannig að það gerðist greinilega bara ekkert, sko. Já. Þannig að, þú veist, átti hann kannski kærustu á þessu? Já, hún var með honum, sko. Já, en ég meina, þú veist, hann er flagari. Já. Svona er bara bransinn. Ég meina, er þetta ekki bara svona í þessum bransa? Jú, alveg klálega. Þetta loðinu við bransan að fólk er nú að flakka. Eða skilur, ég veit ekki, hvernig er þetta í Disney-bransanum? Er ekkert svona eitthvað framíhald og eitthvað rugl í gangi þar eða? Herru, takk fyrir í dag!